1500 franskir hermenn hafa verið kallaðir út vegna skógarelda við vesturströnd Frakklands. Enn barist við elda nærri Madrid. Næstum 300.000 hafa þurft að yfirgefa heimili sín. Ítrekaðar tafir í vegabréfaeftirlitinu í Leifsstöð eru ferðaþjónustunni dýrar. Framkvæmdastjóri rútufyrirtækis segist ekki muna annað eins. Druslugangan var farin í 14. sinn í dag. Biskup Íslands tók þátt og sagði það frelsandi að segja frá ofbeldi sem þrífist í þögninni. Skógrækt Eskifjarðar hefur borist liðsauki úr óvæntri átt við að planta trjám af himnum ofan. Dróninn Mjölnir ferjar þúsundir trjáplantna langt upp í fjallshlíðar og sparar skógræktarfólki burðinn. Súkkulaði og skyr, klukkur, kampavín, bolir og bjór eru meðal varnings sem helgaður almyrkva á sólu 12. ágúst. Bjórbruggari vill minna á að eftir myrkvann kemur ljós. Gott kvöld. Baráttan við skógarelda á Spáni og í Frakklandi stendur enn yfir. 1500 franskir hermenn hafa verið kallaðir til aðstoðar í suðvestur Frakklandi. Stóra sýningarhöllin í Bordeaux orðin að bjargráðastöð. Þangað hafa íbúar á svæðinu og ferðafólk streymt í dag og í gær undan ógninni sem fylgir skógareldunum sem geisað hafa nánast stjórnlaust undanfarna daga vestur af Bordeaux og hafa reynda verið að nálgast. Ekki stendur þó enn til að rýma borgina. Sumir þurftu beinlínis að keyra í gegnum skógareldana til að komast í skjól. Franska ríkisstjórnin hefur sendt 1500 hermenn til aðstoðar. Í dag kom risastór herflutningavél sem bættist í hóp fjölda annarra flugvéla sem beitt gegn skógareldunum. Á jörðu niðri berjast slökkviliðsmenn og þurfa að velja og hafna. Notre travail à nous, c'était de faire le prorata entre ce qu'on peut sauver, ce qui est menacé et ce qu'on ne peut pas sauver. On a considéré, par exemple celle-ci, elle était déjà prise par le feu. Les ressources en eau étant limitées, on ne peut pas consacrer d'eau à cette habitation. On l'a considérée perdue, on a concentré nos moyens sur ce qui était menacé. Dans ce cas-là précis, vous avez un cabanon, une dépendance qui était menacée par le feu. On l'a laissé prendre par le feu, ça se propageait à la maison d'habitation. Donc les priorités par rapport aux ressources en eau qu'on a, on a privilégié celle-ci plutôt que celle-ci. 200.000 manns hafa þurft að yfirgefa heimkynni sín í Frakklandi og þeim gæti fjölgað. Nálægt Madrid á Spáni voru 3 virkir skógareldar sem nú hafa náð saman. 60.000 manns hefur verið sagt að flýja og 30.000 beðin að halda sig heima við. Baráttan við eldana heldur áfram og veðurspáin hjálpar ekki fyrir Spán. Það lítil sem engin rigning í kortunum nálægt Madrid. Que la situación sigue siendo compleja, que las previsiones que tenemos tanto de la EMET como también del CSIC que nos está ayudando y por supuesto también de expertos en incendios es que vamos a tener unas horas complejas porque efectivamente las temperaturas han bajado, pero no sabemos exactamente cuál va a ser la evolución de los vientos, su intensidad y si efectivamente se van a producir o no tormentas secas como consecuencia de estos incendios. Nokkuð að erlendir ferðamenn þurfi að breyta áætlunum sínum og afbókaferðir hér á landi vegna tafa í vegabréfaeftirlitinu í Leifsstöð. Framkvæmdastjóri ferðaþjónustu segir fyrirtæki sitt bera kostnað og óþægindi vegna þessa. Ferðamenn frá löndum utan Schengen lýsa óförum sínum að Keflavíkurflugvelli og langri bið í landamæraeftirlitinu á fjölmörgum spjallþráðum á samfélagsmiðlum og þessi bið hefur talsverð áhrif á ferðaþjónustuna. Það hefur verið að trufla okkur svolítið mikið í sambandi við að sækja fólk á flugvöllin. Hvernig þá? Já, við bara vitum ekki hvenær það kemur út. Venjulega tekur svona 45 mínútur fyrir fólk að fara í gegnum flugvöllin þegar allt gengur vel. En nú hefur þetta verið alveg upp í 3 tíma þegar vest hefur látið. Lögreglufulltrúi á Suðurnesjum sagði í hádegisfréttum útvarps að nýtt fyrirkomulag vegna ferðamanna utan Schengensvæðisins hefði lengt tímann sem vegabréfaeftirlitið tekur úr 15 sekúndum upp í allt að 1,5 mínútu.
Sjálfsafgreiðsluvélar sem voru settar upp í komusal flugvallarins hafa ekki virkað sem skyldi og eru ekki í notkun. Hallgrímur segir að þessi langi tími sem leiðir frá því að flugvélin lendir og fólk kemst úr flugstöðinni hafi margvíslega áhrif á ferðaþjónustuna og riðli áætlunum fólks. Ætlar að mæta í Bláa lónið kannski 2 tímum eftir að lendir. Það missir kannski af tímanum sínu þar eða er að búið að gera aðrar ráðstafanir með ferðir og annað slíkt sem að fer í vaskinn. Er fólk að þá að missa af því sem það var búið að bóka og jafnvel greiða fyrir? Já. Er þetta fólk sem er að stoppa stutt á Íslandi? Það er allur gangur á því sko. Þetta er mikið fólk sem er að fara til dæmis borð í skemmtiferðaskip. Hefur þetta haft áhrif á ykkar rekstur? Já, það er náttúrulega mikið að gera. Það er náttúrulega HN núna í ferðaþjónustu og við þurfum að skipuleggja okkar dag mjög vel og það er að riðla mjög miklu. Það er einhver þarf að bíða í 2 klukkutími í Keflavík eftir einhverjum aðila sem hann á að sækja. Auk þessa hefur fyrirtæki Hallgríms borið talsverðan kostnað af þessum töfum sem að hluta til er tilkomin vegna hárra stöðugjalda við Leifsstöð. Menn hafa alltaf fylgst með því þegar eru komið bara að töskur séu komnar á beltið en nú skilst mér að töskurnar fara á beltið og svo líða bara klukkutímarnir og enginn kemur. Hefur þetta verið svona áður? Ekki svona slæmt. Ég man ekki eftir því að þetta hefur verið svona slæmt áður, nei. Sumarhús í jaðri höfuðborgarsvæðisins gjöreyðilagðist í eldi hádegið í dag. 3 slökkviliðsbílar voru kallaðir út vegna brunans. Bústaðurinn er rétt fyrir ofan Gunnarshólma, skammt frá Suðurlandsvegi. Einn var í bústaðnum og var fluttur á bráðamóttöku vegna gruns reykeitrun. Rannsókn á eldsupptökum er í höndum lögreglu. Þegar við komum þá er húsið alelda hérna. Einn maður sem var í húsinu og var komin út og tilkynnir. Og þetta var bara slökkvistarf utanfrá hjá okkur sko. Hvernig gekk að ráða niðurlögum eldsins? Það gekk ljómandi vel þegar við vorum komin. Hvað tekur langa tíma að brenna svona? Þetta er fljótt að fara þegar það kemst alveg eldur í þetta sko. En hérna, já þetta er farið þó þetta hangi uppi. Hvað er vitað upptök eldsins? Við vitum verið ekkert þau sko. Í 14. druslugöngunni í Reykjavík í dag ítrekuðu druslur af öllum kynjum andstöðu sína við kynferðisofbeldi, nauðgunarmenningu og gerindameðvirkni. Í ávarpi sínu sagði biskup Íslands ofbeldi þrífast í þögninni og það frelsi að segja frá. Við erum ennþá að því að það er ennþá verið að tala eins og það sé þolendum að kenna að þið verða fyrir kynferðisofbeldi, hvort sem það eru kallaðar konur eða kvár eða hver sem er. Silja segir margt hafa breyst síðan fyrsta gangan var gengin, en breytingarnar gerist of hægt fyrir sinn smekk. Þolendur sem stígi fram séu enn ásakaðir lygar og athyglisýki. Við viljum bara helst til ungs fólk líka að fræða sig og mæta og sýna samstöðu, að það er bara aldrei eins mikilvægt núna. Þetta er í 14. sinn sem gangan er gengin, en í dag ganga druslurnar fylltu liði niður Skólavörðustíginn til að minna á að baráttan er ekki búin. Ég er drusla! Ég geng hér í dag vegna þess að við lifum á tímum þar sem vaxandi kvenfyrirlitning, vaxandi kvenhaturshreyfingar og skaðlegar hugmyndir málefni kynjanna og jafnrétti eru sífellt að vaxa og þess vegna er ganga eins og við erum að ganga hér í dag mikilvægari en aldrei fyrr. Hvers vegna gengur þú í dag? Af því að ég er drusla og við stöndum öll með druslum og það er alltaf mikið gerenda meðvirkni á Íslandi. Hver einasta manneskja hérna, ég bara verð svo meir og þetta er svo merkilegt og bara mikilvægt fyrir mér. Silja segir mikilvægt að fólk í áhrifamiklum stöðum standi með þeim. Hún fagnaði ávarpi sem biskup flutti þegar gangan var komin á Austurvöll. Ég meina kirkjan náttúrulega hefur ákveð orðforsendu með sér en ég held mjög mikilvægt að við sýnum að það eru þolendur í öllum bara geirum samfélagsins, öllum hópum. Í ávarpi sínu tók biskup Íslands fram að það megi ekki láta eins og ofbeldi sé ekki til. Hún kynnti jafnframt samstarfsverkefni Þjóðkirkjunnar og minningarsjóðs Ólafartöru handleiðslu og sálgæslu fyrir þau sem standa í stafni í baráttunni. Kæru vinir, ég velti fyrir mér hvort ég óska okkur til hamingju með daginn en ég hef ákveðið að gera það ekki. Ég ætla að gera það þegar við þurfum ekki að ganga þessa göngu. Tónlistarhátíðin Bræðslan á Borgarfirði Eystri nær hámarki í kvöld. Þar hefur verið frekar kalt og hvasst eftir margra vikna blíðviðri en fjölmenni er á tjaldstæðinu og í bænum og nóttin hjá björgunarsveitum og skipuleggjendum fór í að binda niður tjöld og koma gestum sem þurftu á því að halda í öruggt skjól.
En tónleikarnir verða innandyra og það verður sýnt beint frá bræðslunni í sjónvarpinu í kvöld. Felix Bergsson, þú ert búin að koma þér fyrir í skemmunni, hún að fyllast af fólki? Já, hún nú ekki orðin full ennþá en hún fyllist fljótlega en fólk fær gott skjól fyrir norðvestanáttinni hér inn í þessari glæsilegu skemmu. En hérna eru miklir tónleikar framundan og frábæri listamenn sem ætla að stíga á svið. Þar á meðal eru Greifarnir sem eru að halda upp á 40 ára afmæli. Ásgeir Trausti ætlar að koma hér og Sólstrandagæðirnir að mæta eftir langa pásu. Og svo eru það aðal hljómsveit kvöldsins sem eru Land og Synir sem ætla að klára þetta fyrir okkur í kvöld og Hreimur Örn Heimisson er hérna hjá okkur. Hreimur, hvernig líst þér á kvöldið? Mér líst afskaplega vel á kvöldið. Komum náttúrulega hérna í gær, smellum okkur á tónleika, fengum smá uppbytun, sáum Sólstrandagæðina og Sue Ellen og svo var bara soundtest klukkan 11 í morgun og nú er ég búin að vera að bíða bara eftir að komast upp á svið og þú þekkir mig, ég geti orðið pínu þá ég er að trillast núna. Og hvað ætlið að spila í kvöld? Þetta er alveg klukkutíma sett eða ekki? Jú, þetta er klukkutíma sett. Við erum bara að spila okkar þekktustu lög. Það er bara, hvernig þetta byrjaði, þegar við vorum að hita upp fyrir Greifana í Ingól, þá var vöðvastaltur í fæðingu, það verður kannski eitt af lögunum og svo endum við þetta nú örugglega á lífið yndislegt, þegar ég þekki mína með rétt. Já, þannig að það endar í góðum fjöldasöng sem sagt. Já, það er eina leiðin. Hver er sjarminn við bræðsluna? Sjarminn við bræðsluna finnst mér fyrir utan þetta geðveika stað, þessi æðislegi staður, en það eru bræðurnir og allt fólkið sem er að vinna þetta. Því líka fjölskyldan, bara Magni, Heiðar og fólk til hamingju með frábæra bræðslu. Frábært, kærar þakkir, Hreimur Örn og við byrjum hér klukkan korter í 8, ekki missa því þegar að Raven fer fyrst á sviðið og hefur bræðsluna árið 2026. Takk fyrir það, Felix, og við fylgjumst með í beinni útsendingu. Einhverjir eru vantilega farnir að telja niður í almyrkva á sólu 12. ágúst. Ógrynni varnings má fá sem er helgaður atburðinum. Sólmyrkva mynd hefur verið slegin. Listfengir hanna sólmyrkva gripi og selja og svo er það hefð hjá mörgum að lyfta glasi með freyðandi drykk á hátíðastundu og franskt kampavínshús býður upp á kampavínið almyrkva af þessu tilefni. En fleiri drykkir helgar þessu náttúruundri eru í boði. Eigendur brugghússins Malbyggs höfðu haft spurnir að því að víða erlendis væru bruggaður bjór í tilefni sólmyrkva. Við ákvaðum að brugga bjór til að minnast þessa viðburðar sem fekk nafnið Ljós. Við hugsaum vel lengi um nafnið. Við vorum svolítið að hugsa um myrkvan fyrst en svo hugsaum við, það tengjum að freka við ljósi sem kemur aftur þegar viðburðurinn er búinn. Þeir sem vilja vera með á nótunum og vita hvað klukkan slær þann 12. ágúst geta orðið sér út úr sem var hannað í tilefni almyrkvans og fæst nú í takmörkuðu upplægi. Okkur fannst það bara upplagt. En hvernig er þetta úr í að öðruvíseldur en önnur úr? Það náttúrulega er svolítið sérstök skífan á því. Það er áferðin á tunglinu sést á skífinu eins og hún sé að fara yfir sólina og síðan er svona örmjór hringur sem að lýsir í myrkri og síðan líka á úrinu getur við lesið 548 sem að verður almyrkvi í Reykjavík. Hverjir kaupa sólmyrkva úr? Það er alls konar fólk. Og svo er það sólmyrkva húfan. Og svo er það almyrkva súkkulaði fyrir sælkerrana. Sævar Helgi Bragason, stjörnusævar, selur ýmsan almyrkva varning, meðal annars sólmyrkva gleraugu, sólarsýr fyrir síma og sólmyrkva bóli til að fjármagna fræðslu sólmyrkvan. Og hafa ykkur velti fyrir sér hvernig þetta náttúrufyrirbæri bragðast, hvort sem við viljum kalla það almyrkva eða sólmyrkva, já þá gæti svarið verið að finna í þessari skyrdós. Drónin Mjölnir er með græna fingur og aðstoðar við að ferja þúsundir trjáplantna upp í fjallshlíðar. Gjaldkeri Skógræktar Eskifjarðar er alsæll með nýjasta aðstoðarmanninn. Það getur verið óttalegt puð að gróðursetja tré. Sérstaklega flytja þarf trjáplöntur langar og torfærar leiðir. Skógræktarfólki á Eskifirði leist ekki á blikuna þegar bera þurfti þúsundir plantna upp í fjallshlíðar. En þá kom björgunarsveitin Brimbrún til hjálpar. Við erum að fara að fljúga hérna Mjölni, björgunarsveitardrónunum. Við erum að fara að fljúga hérna 3000 plöntum eins og sama og við gerðum í gær.
Þannig að við ætlum að sjá hvað hann getur gert hérna fyrir okkur í dag. Mjölnir stærsti drónin í eigu íslenskrar björgunarsveitar og getur lyft að minnsta kosti 100 kílóum í einu. Yfirleitt það sjúkrabörur og bakpokar sem fá far með honum, en skógræktarfólk kann að hugsa í lausnum. Það bara rosalega mikið verk að bera plöntur á sig svona upp því að það ekki hægt að nota 4-hjól eða 6-hjól og við vorum hérna sagað fyrir stígagerð í vor og heyrðum á drónanum og ég var svo stæmi í bakinn að svona fyrsta hugsunin hjá mér var að fá lánaðan dróna eða fá drónan til að flytja mig upp í hlíðina. Af því var þó ekki, en Mjölnir hefur reynst betri en engin við trjáplöntuburðin. Maður bara hoppaði næstu hæðsinn í gær þegar maður var að sjá þetta fara upp í fyrsta skipti. Þetta er bara rosalega spennandi. Við hér á fréttastofunni stöndum sjaldnast mátið þegar við fáum myndefni af pöndum á erlendu fréttaveitum og hvað þá núna þegar kínverska sjónvarpið sagði frá 2 pandabjörnum sem áttu afmæli daginn. Það var talsvert mikið dýrðir á miðvikudaginn síðasta þegar tvíburarnir Yuke og Yui urðu 4 ára gamlir. Það má reyndar gera ráð fyrir að þeim tveimur hafi verið slétt sama þennan áfanga í sjálfu sér, en þeir virtust allavega mjög ánægðir með afmælistertuna sem var gerð úr ávöxtum og grænmeti, engin sykur þar á ferðinni. Yui fekk líka tígristýradúkku sem vakti greinilega lukku. Þúsundir gesta mættu á afmælistaginn. 今天于可于爱满4岁了，希望可可爱爱、雄生顺遂、永远健康、快乐成长。 Yuke og Yui eru úlingar í hópi þeirra 20 annara pandabjarna sem búa í þessum dýragarði. Sá elsti var 26 ára í apríl. 600-800 pandabjarnir eru í dýragörðum víða heim. Villtir pandabjarnir eru hátt í 2000 að því talið í Kína. Yuke og Yui eru báðir fæddir í þessum dýragarði og það má líklega gefa sér að þeir og hinir 20 séu þau dýr sem flestir koma til að horfa á. 看到了于爱的一些名场面，就是吃蛋糕、滑雪，觉得它特别的可爱。在这里我祝于可于爱，4岁生日快乐。 Það veðri. Það var sólríkt á sunnan- og vestanverðu landinu í dag og hæstu hitatölur voru í kringum 19 stig sunnanlands. Það hefur verið hvasst víða austanlands en það mun draga úr vindi á þeim slóðum þegar líður á morgundaginn. Veður mun að öðru leyti haldast svipað áfram. Nánar veðrið að loknum íþróttum. Það var mikið fjör á IR-velli í dag þegar meistaramót Íslands í frjálsíþróttum hélt þar áfram. Já, maður undirbýr sig fyrir það versta þegar maður er að keppa á Íslandi. Það réðist í dag og í gærkvöldi hvaða lið leika til úrslita í bikarkeppni kvenna í fótbolta. Víkingur komst aftur á sigurbraut í bestu deildinni í gærkvöldi og móti á mótorið GSI lauk í Garðabæ í dag. Þetta og fleira í íþróttum. Og þá skulum við fara yfir það sem var helst í þessum fréttatíma. 1500 franskir hermenn hafa verið kallaðir út vegna skógarelda við vesturströnd Frakklands en barist við elda nær í Madrid. Næstum 300.000 hafa þurft að yfirgefa heimili sín. Ítrekaðar tafir í vegabréfaeftirlitinu í Leifsstöð eru ferðaþjónustunni dýrar. Framkvæmdastjóri rútufyrirtækis segist ekki muna annað eins. Druslugangan var farin í 14. sinn í dag. Biskup Íslands tók þátt og sagði það frelsandi að segja frá ofbeldi sem þrífist í þögninni. Skógrækt Eskifjarðar hefur borist liðsauki úr óvæntri átt við að planta trjám af himnum ofan. Drónin Mjölnir ferjar þúsundir trjáplantna langt upp í fjallshlíðar og sparar skógræktarfólki burðin. Súkkulaði og skyr, klukkur, kampavín, bólir og bjór eru meðal varnings sem helgaður almyrkva á sólu 12. ágúst. Bjórbruggari vill þó minna á að eftir myrkvann kemur ljós. Fréttatíminn á enda, við erum á vaktinni allan sólarhringinn á RÚV.is en næsti fréttatími í útvarpinu klukkan 10. En við kveðjum ykkur í kvöld með myndum úr æðarvarpinu á Ytra Nýpi í Vopnafirði, þar sem Hjalti Stefánsson var á ferðinni í vikunni. Verið sæl.
bein útsending frá hátíðartónleikum Rás